Vasa var ekki, sandur né sær, né svalar unnið, jörð fannst æfa né upphiminn. Gap vas ginnunga, en gras hvergi. Svá hlætt sem loft vindlaust og heims vafurlogi. Þetta svo fallegt að maður getur ekki sagt neitt meira. Ginnungagap höfu skepnundar. Stóri smellur, Bangus bulbus, stór smellin hugmynd. Vita vísindamenn allt hana? Hvaðan þessi hugmynd komin? Hver framkvæmir hana? Tók brot úr sekundu? Hvað dökka efnið? Og hvað dökka orkan víðfeðma sem alls ekki á sköpuðu sviði? Lærum hjá Dr. John Hagelin. Við skulum nú vera á jörðinni. Skilningavitin streituvaldarnir, en við getum ekkert kennt þeim því þau svo neðalega í sköpunarkeðjunni. Þau samsvara höfuðskepnunum 5, Mahabhuta. Og auk þess eiga skilningavitin ekki að stjórna huganum okkar, heldur öfugt. Við eigum að vera með svo altæran mannlegan huga að skilningavitin ráðskist ekkert með hann. Skilningavitin okkar nema gungni á gungni ofan, til þess skóp ég mér þau. Þau gleðja hugan samviskusamlega með gungnis gúmulaði og gjöfum sem þau fær honum. Hann óseðjandi, síhugsandi, sípælandi, þyrstir í fróðleik og annan leik. En vitum vonandi að hugur okkar hefur fíngerða hæfileika til að finna vitund. Eitt ber að athuga, hugurinn okkar eigin sköpun. Ahamkar, ég bý mig til, finn mína ásköpuðu vitsmuni og svo bý ég til huga og fer ég þá að hugsa. Þessir möguleikar fyrir hendi úr ginnungagapi komnir. Hver á að stjórna, ég eða hugurinn? Ég ekki kóngurinn, húsbóndi hér á bæ? Þetta mín hugmynd í upphafi og ég ber því ábyrgð á öllu þessu bröltu mínu. Á undan höfuðskepnunum og skilningavitunum sköpum við hugan, manna. Á undan huganum svinn, vitsmuni, budd. Á undan því öllu fyrst einstaklingsvitund, ahamkar. Ég bý til þetta ego. Ahamkara, ég, kar, gera. Þetta sem svo skyggir á það sem við í raun. Ég sé þig og þú sér mig, en við sjáum ekki að ég ginnungagap og þú ginnungagap. Nútíma vísindamenn fundu höfuðskepnu og voru að honum æðislega kátir og montnir og sögðu: Gamla módeli var jörð, vatn, eldur, loft, en nú höfum við fundið 5. efnið sem var ekki vitað áður. En það nú ekki rétt. Maharishi, indverski eðlisfræðingurinn mikli, bendir á stönsu í ævafornu vetum. Bhumir apo, analo vayu, kam, mano, buddhi revacha, ahankar, iti me, pena, prakritir astadaha. Jörð, vatn, eldur, loft, rúm, hugur, vitsmunir, buddhi. Ég geri mig, ahankar, ég bý til einstaklingin mig. Náttúra mín sem skipt í 8. Bhagavad Gita, 7. kapli 4. stansa. Þetta hefur alltaf verið vitað í þúsundir ára. Gleymst hjá okkur hér á myrkum öldum og nútíma vísindamenn að endur uppgötva ýmislegt, voða montnir auðvitað. Háskólinn hefur handtöku nýjustu vísindi, jafnvel fjarnám handa öllum og rannsóknir innan vitundar. Grundvallar munur á aðferðafræði. Hlusti nú og skiljið þennan regin mun utanfrá og innanfrá rannsóknir. Vísindamennir okkar hafa mjög skoðað efni utanfrá og fara innar og innar í efnið, en sjáandi menn sjá allt út frá vitund. Sjá hvernig aðeins vitund þeir sjálfir og sjá hvernig við sköpum okkar heim úr eigin vitund. Vísindatækin og tólin nema efnisheiminn, allt honni hverfulega kvarta, og menn spyrja sig í hæstalagi hvað þarna sem við nemum ekki. Einstein var vissum að samsviði væri þarna, en Einstein gat ekki vitað að það ég sjálfur, hinn eiginlegi ég, en menn sjá það bara alls ekki. Ég sé efnið og ég að rannsaka efnið og fyrirbærin í heiminum. En hvernig á ég að vita að flottu augun mín sjá ekki hvað ég í raun? Höfuðskepnan rúmið, akash, kung, 3/4 að stærð miðað við hina 4, sem þá til samans 1/4. En með augunum sjáanlegur efnisheimur lítið brot af öllu.
Efni hvítadoppan á fjólubláu höfuðskepna hlutfalla myndinni. Akash að hluta skapað, að hluta óskapað. Raunar fyrsta höfuðskepnan, ekki fimmta. Óðins vila vía hreyfing skapar rúm, Akash. Þetta byrjar þannig í gapinu. Í bók Maharishi Mahesh Yogis, On the Bhagavad Gita, chapters 8-6, A New Translation and Commentary. Til dæmis á blaðsíðu 471-494 allt þetta og meira til. Þessi gíta það sem maður, óuppljómaður maður, getur skilið með kollinu sínum. Fyrst, þegar hann í raun kominn fram yfir fyrsta kafla hávamála, fram yfir lottfofni, yfir í rúnatal í skilningi. Hér eru fyrstu 6 kaflarnir af 18. Raunar kominn út sá 7. kaflinn líka. Svo þegar heimsvitundin hækkar, gefur Maharishi okkur fleiri og fleiri. Þetta kemur allt smátt og smátt, því milljónir manna hafa lært TM-tæknina. Og Global Country stefnir að 8.000 til 10.000 brahminum og punditum í jógaflugi saman. Það nægir til að hækka heimsvitundina. Hreinsa út streitu og grugg, samræma. Kvadratrótin af 1% fjölda jarðarbúa, sá fjöldi í kröftugu jógaflugi saman reglulega. Íslensku doktor í stjörnumfræði sagði, heimurinn var til úr engu og heimspekingar eiga enn eftir að útskýra hvernig eitthvað getur orðið til úr engu. Auðvitað sjá ekki augu hans að hann ginnungagap og hann veit þetta ekki að hann það, skapar þennan alheim úr imi, aðeins, í sínum klára, kolli. Hann jú aðeins menntamaður, skilur ekki meira. Hefur menntun ekki náð lengra en þetta hér og nú á Íslandi, þótt prófgráður fínar fáist. Vitum við nokkuð að alheimurinn bullandi bóla Freyju og að hann innan okkar því við erum vitund? Vitum við nokkuð að heimur ekkert nema gúnir, kvarkar og fus og agnir, sem við búum hann til úr í heilanum okkar? Við skulum leggja auga að veði til að sjá og skilja hvað mýmir man. Hefur einhver sagt okkur að ormagöngin hans rata greiðfær? Þegar maður bregst í ormslíki og bregður sér í hnitbjörg, smýgur inn. Í hamingjuleitinni ævarandi. Hugurinn alltaf að leita hamingjunar. Það ekki nóg að bíða. Henni rignir ekki utan hnitbjarga. Kennarinn kemur ekki til nemandans, Gunnlöð ekki til Óðins. Heldur kemur nemandinn til kennarans, Óðinn til Gunnlaðar, þegar hann tilbúinn til að fá æðstu þekkingu. Gunnlöð kemur ekki til okkar með mjöðin dýra, heldur við til hennar. Og það þarf að bölverka pínu pons. Hvernig? Hvernig kollum við í rata og byggjum hann að gera ormagöng? Við gerum það með því að nýsast niður. Hann býður okkur þar með göngin tilbúin. Þetta kjarninn í fornasið, hið eina sem skiptir máli. Og alltaf sjálfur leið þú sjálfan þig. Hismið og umbúðirnar, orðin og útskýringarnar, allar flottu myndirna mínar, allar þessar skræður aðeins til að fá okkur til að líta í þessa áttina. Raunar aðeins 180 gráðu umsnúningur í hamingjuleitinni, beygju umferðamerki. Hamingjan ekki þarna úti í hverfuleikanum, hún hér inni í hnitbjörgum, í glaðheimum, í ægi, í orkuhlaðinni kyrðinni sem við erum. Ymir og gúnir, það sem veröldin Í besta lagi smá agnir, einhvers konar klumpum og stangli, svona sólkerfi og þannig, svo dökkt efni og mikla dökka orkan í alheimunum okkar. Okkar hugsanir skapa okkar veruleika úr þessu óhöndlanlega fíniríi. Richo Acharya Paramivyoman, Yasmin Deva Arihivishe Nishetu. Yastanna Veda Kimricha Karishati. Ja Itadvitu Taime Samasate. Fyrsta lína. Vers vedana í hinu óskapaða, í gapinu milli atkvæðana. Þar sem fylgdin, fullt atkvæði A, fellur saman, aksara, innan tífatúns. Þar búa tífar, devata. Þeir gjósa, íslensk hugsun eins og hverir, hvati að skapandi vitsmunum, sem náttúrulögmálin. Hvatar að og orsök alheims þess skapaða. Tífar bera ábyrgð á því að sköpun verður möguleg. Þriðja lína. Sá maður sem ekki hefur meðvitund sína vakandi gagnvart þessu sviði, skapandi vitsmunum, tífatúni, fær ekkert út úr vetunum, aðeins orð og hljóð en skilur ekki. Hvað segir honum svo sem sannleikurinn sem þar settu fram þegar hann veit ekki einu sinni að hann vitund, sannleikurinn?
Hann er ekki sjáandi á að allt er vitund, ekkert annað er. Hann lifir í efnisheimi og skilur ekki annað en það sem augun sjá. Hann les orðin, en það er ekki að vera læs. Gapið er milli orðanna. 4. En þeir menn sem þekka þetta svið tilverunar, gapið af eigin raun, hægt er að iðka TM-tæknina og finna þannig þetta svið. Þeir öðlast kyrrð og orku, skilja heildi lífsins, hafa þekkinguna í sér. Orð mér af orði, orðs leitaði. Sköpunin fyrir ekki fram í orðunum, hljóðunum, heldur úr gapinu milli þeirra. Úr A, sem er fyrsti stafur ríkvetu, þegar A fellur saman, xare, innan eindarinnar. A kemur úr punkti, víkar út í óendanleika og hverfur aftur, fellur saman í punkt. Sköpun er úr gapinu milli orðana. Mýmir er minnið allt. Allt er auðvitað eindin. Og svo minnið að við erum hún, ekkert annað er. Mangi veit, enginn þekkir, dýpt mýmis brunns. Óðinn og mýmir verða ekki tvennt við að óðinn öðlast það sem mýmir man. Ég man, endurheimti minnið smriti, að ég er ginnungagap. Ég er enn meira einn þegar því er náð. Sá sem man verður ekki tvennt. Ekki er ég þá aðeins einn, heldur allt. Þetta er að leggja auga að veði, verða alsjáandi eins og sáka, sarvardar sín, pasjatei. Ginnungagap vísar aðeins til sjálfs sín. Vitund er ég þar með sjálfsvísandi. Ég hverfist innan eigin náttúru minnar og skapa aftur og aftur. Prakritim svam avastapja, vishridjami puna, puna. Bhagavad Gita, 9. kapli, stansa 8. Þessi Gita er sem sagt það sem maður, óuppljómaður maður, getur skilið með kollinu sínum. Ef hann er í raun komin fram yfir 1. kapla hávamála, fram yfir lottfáfni, yfir í rúnatal í skilningi sínum. Hljóðvetanna eru ekki skiljanleg óuppljómuðum manni og hann veit ekki að það er ekki orðin, hljóðin, heldur gapið milli þeirra sem er allt. Ríkvet er Brahman, ginnungagap. Samaveda er Rishi, óðinn. Yajurved er Devata, vili. Adharvavet er Chandas, vjei. Auðvitað hver sig heildin, því ekkert annað en eindin er. Vishnu Shiva Brahma er kyrð kraftur sköpun. Atvið, Brahma er ekki sama Brahman, Brahmatma. Svo breytist við sandi. Brahmin er svo maður sá, atvið skilning ríkstölu, sem flytur þekkinguna áfram, mann fram að manni í 1000 ára, maður sem kann vetur og skilur. Sá sem fæðist Brahmin, fæðist til þess karma síns að flytja þekkinguna tæra. Fáir eru komnir svo langt á þróunabrautu sinni. Það er dýrmæt manns ævi. Hvað er svo þetta áttfalda hvað, astadaha, áttföld náttúra endarinnar, sem skipt náttúra? Þrennt í sköpunarferlinu er fíngerðara og fremra höfuðskepnunum 5. Höfuðskepnunum Mahabhuta sem skilningavitin 5 samsvara og verður til á undan þeim. Tilurð einstaklingsvitundar, ahamkar, að búa sig til fyrst. Hugur, svo, greind svinnur vitsmunir, komið þrennt af 8. Allt er eindin mikla, hún breytist ekki við svona skrautelda blis. Hún er kyrð og kraftur, svo mikið sem loft hlætt, og á hreyfingu innan sjálfra sín iðandi í fullkominni reglu. Allt í heimi hefur þessa reglu. Ginnungagap er, aðeins ginnungagap er. Við erum ginnungagap. Ginnungagap ber mörg nöfn í munni hinna vitru. Hér er regla, hér eru möguleikar alls, óendanlegir möguleikar. Það er raunveran, grundvallar raunveruleikin, ósýnilegt veraldlegum augum. Sjónin er jú samsvarandi höfuðskepnu. Skilningavitin virka í verslu, en ekki í grundvallar raunveruleikanum. Ég gerir ráð fyrir að þið skiljið þessa formúlu eðlisfræðinar, svo ég þarf ekki að vera að útskýra hana hér. Ginnungagap er, framhald, sjálfsvísandi, vísar aðeins til sjálfsín því ekkert annað er. Ósigranleiki, fullkomið jafnvægi, óendanleg kyrrð og óendanlegu kraftur, fullkomlega vögult innan sjálfsín, allir möguleikar náttúrulögmálna, einfaldleiki, óskapað, samræmandi, endanlegt samræmi.
Tær þekking, svinnur, óendanleg skipulagshæfni, hið fullkomna samræmi, sameinandi, sæla, ananda, sjálfsk nótt, sjálfur sér nótt allt, óendanleiki, frelsi, óendanlegi möguleikar, innan ginnungagapsbúa allir möguleikar. Ætíð í framfara átt, ekkert neikvætt til, nærandi, ódauðleiki, gerir allt altært, hreinsar brott allan grugg og ótærleika, óendanlegir sköpunarhæfileikar. Ginnungagap ber mörg nöfn. Framhald. Sjöt ofur símis, Superstringfield, vitund, æðra sjálf manns, ég gefin óðni, gefin sjálfu mér. Hið takmarkalausa óendanlega eilífa samræmi, eind, hið eina sem allt sameinað í því, úr því myndum við huga og svo efni. Samsvið allra náttúrulögmála, á ensku Unified Field of Total Natural Law, stjórnarskrá alheims, tilveran. Glaðheimar óendanlegrar vittar og tímaleysis, ægir tærrar vitundar, atmabrum. Allt innan ginnungagaps, því ekkert annað Vitund okkar ginnungagap. Sjálfsvísandi vitund, innan hennar ferlið óðin vilji óðin. Fullkomið og flekklaust, Tao, Satchit Ananda. Samsvið óðins vila vía, Samhita Rishi Devata Chandas, á vísindamáli Unified Field, Hilbert Observables States. Eind, uppruni alls, hæfileikin til að skapa. Setur allrar þekkingar og reglu, ragna sjöt. Himnaríki á jörðu þegar menn uppljómaðir. Tómið mikla, móður kviður heimsins, raunveran eina, hið helgasta, fylld, fylling, púrna, allt í því og ekkert annað úr því kemur fylld. Sannleikurinn eini, og fleiri nöfn finnast í fornum menningarheimum og lifa enn í dag. Nú hljótið að skilja hvað ginnungagap Svo nýsumst við niður og lifum það eitt hríð, laus úr bunnunum og gungni heims. Jam, þá vitum við það, svo mörg voru þau orð. Kroppurinn okkar gúnir, fallvalt og hverfult efni, það að segja smá gúnis klumpar. Við hamkar, ég bý mig til sem einstaklings, búk, vitsmunir, manó, hugur, plús höfuðskeppnina 5, mahabúta. Og látum nú ekki skilningavitin stjórna huganum, nú vitum við of mikið til að það gerist oftar. Þegar við verðum altær, sinn okkar kátt, synd það síjan óstífluð, kemur af sjálfu sér sem auka afurð, að við látum ekki glepjast af glingri geymisgarðar lengur, aðeins njótum þess og þögult vitni alls í heimi. Stefnum ekki í hrímþursalíf. Við þekkjum nú lokkfara lundin barra. Gnótt færa okkur gná og fulla. Við sáka hinn sjáandi, alsjáandi, vitni alls sem út glugga valallar. Hvað múspellseldurinn, eiturdrópar elifáa? Hvernig kviknar ymir, ættfaðir hrímþursa? Mjög vanþróað andlega séð. Eitthvert þróunarstig sem við gerðarnar ættum að þróast frá og úr. Auðumbla, bráðnandi hrím, sem auðumbla sleikir sér til lífs. Og búri okkar, og besla, og búrva, sanskrít. Ginnungagap kyrð dýpisins. Svo hefur það yfirborðsöldur. Það á eilífu yði og það getur gárast, þótt að breytist ekki spor við slíkt. Ginnungagap þekking á hreyfingu, kyrð og kraftur í senn. Sívökul kyrð og kyrðar vökult svið á sig komulag. Öldur og hafi í raun hafið. Sá maður sem vinnur út frá ægi, dýpi vitundar, hefur stjórn á sínum fögru ránardætrum. Skilningavit hins tæra manns undir hans stjórn en ekki öfugt. Hvítir hestar fyrir vagni Krishna, vagn sama og líkami, tákna þennan tærleika. Rúmið, akash, verður til á eftir huga manas, sem númer 3 af 8. Fyrsta höfuðskepnan, akash. Þar sem rúm möguleiki á hreyfingu. Höfuðskepnan á hreyfingu loft, verður til í rúminu. Þar sem hreyfing möguleiki á núningi sem myndar hita, sem verður eldur, ljós, hiti. Þar sem hiti getur orðið bráðnun og höfuðskepnan vatn fljótandi. Þar sem vökvi getur storknað, þar verður jörð. Heimdallur heyri grasi gróa og ullina vaksa. Hann hinn fíngerðasta heyrn, fyrsta skilningavitið af 5, sem samsvarar rúminu.
Heimdallur 3/4 skapaðra höfuðskepnanna. Athugið í þessari röð. Fyrst Heimdallur, hræsvelgur, hræsvelgur eða hræsvelgur, velgur hjálmsheiti, Kári eða loftaflýta sér eins og það heitir á fróni. Hann á við tilfinninguna, snertinguna, annað skilningarvit okkar af 5. Ullur, bál, eða logi, eða hrímnir, eldur, hiti, á við sjónina okkar. Vitti, sær, gælunafn Víðis sem sævarheiti, bróðir vinds og elds, bragðskinn. Móðir jörð okkar hlöðin, ilman, lyktarskinn. Ég held að náttúrulögmálin og guðin sem forsetar þeirra séu nefnd í hverja einustu kálfaskræðu. Nú gætum við hafa orðið ólæsuna að bráð því orð eru aðeins hismi sem varðveita kjarnan. Hugtökin gætu verið orðina klissjum sem við veitum eiginlega alls ekki hvað eru. Klissjur eins og trú, krede, kretta sem stoppar í hugsun sannleikan. En varið ykkur, eru ekki hann. Hugsun sannleikan leiðabók strætó. Ríkvett möguleikar alls sem svo finnst í sköpuðum alheimi. Allt fylgir nákvæmri reglu og nákvæmum lögmálum. Eind verður margt, en áfram eind. Og þessi svokallaða sköpun Freyju og okkar hefur ekki áhrif á hana. Þetta byrjar allt í tífatúni, samsviði allra þessara margumræddu lögmála náttúrunar, sem við áttum okkur ef til vill ekki á hvað eru. Til paraprakriti, æðri náttúra, og prakriti, náttúran sem sjónin okkar nemur, alheimur okkar. Hvert eitt upphafs lögmál margfaldar sig og endar í óendanlegum fjölbreytileika sem allur sem einn fylgir sömu reglu. Reglu sem fyrir hendi í kynungagapi. Annars væru ekki neinu möguleikar sköpunar. Rán, rögn, regin þýðir regla. Þessi fimbulmikla regla úr eind í alheim. Hvert eitt lögmálana springur út í ótal á mjög skipulagðan hátt. Sjá Tony Nader, Human Physiology, blaðsíða 56-57. Sú innmikla regla sem sagt fyrir hendi í kynungagapi. Þess vegna finnst regla þessi í öllu í alheimi. Reglan kynungagaps. Lögmál. Kisa verpir ekki eggjum sem eru fuglar eða eðlur, heldur eignast kisa alltaf kettlinga. Sáka með rætur í lefju, táknuð sem lilja, lótus, dafnar upp í sólina. Náttúrulögmál. Hver gjörð á sér jafna mótgjörð urður verðandi skuld. Svo sem við sáum munum við uppskera. Náttúrulögmál. Hvert sem við lítum finnum við þessa fullkomnu reglu. Við getum reitt okkur á hana, við treystum henni. Aðeins apaskapur mannana riðlar þessari fullkomnu reglu og maðurinn fær skuld gjörða sinn í hausinn fyrr eða síðar. Fjölbreytileiki veraldar með öllum sínum andstæðum og tvískinungi stenst ekki án gapsins. Alheimur þennst út af ógnarkrafti. Náttúrulögmáli næra og uppihalda öllum alheimsgungni, orku, efnisögnum. Að lokum verða ragnarök. Alheimurinn þessi okkar þá ekki lengur. Þegar fjölbreytileiki, fjölföldun, myndast frá hendi náttúrulögmálana, guðana sem þeirra forseta sem eru ábyrgir fyrir allri reglu heims, verður umbreyting úr einu í annað. Ekkert skapast í raun, aðeins umbreyting á sér stað. Hið gamla ásigkomulag eyðilegst, leið grundvöllur þess að hið nýja tekur við. Allt breytist úr einu í annað, ekkert nýtt undir sólinni. Endalaus ferli, alheimurinn okkar þenst út, helium og vetni breytist í önnur efni. Óðinn Vilji, Freyja, jötnar og svo dans náttúrunnar. Sattaguna, sannigunni, ratjaguna, ratsjugunni, tamaguna, fámgunni. Lögmál sköpunar og lögmál eyðingar vinna saman á fullkomlega reglubundin hátt, breyting, ferli. Við sjáum reglu í hreyfingum reikistjarnanna í okkar sólkerfi. Verk guðanna samkvæmt heiðnum goðsögnum. Reikistjörnurnar bera raunar guðanöfnin. Þessi regla í okkar líkama einnig, í öllu sem lifir og hrærist. Við sjáum hann í sólkerfum, hvert sem við lítum, í alheimi okkar. Allt gerist í þeirri reglu sem sjáendur skilja, sjá, frá upphafi til enda. Fyrir hendi í gapinu. Nákvæmlega eftirmynd þess, kynungagaps, reglu. Athuga Dr. John Hagelin. Nútímavísindi vita einnig að hægt að reikna allt þetta út. Stærðfræði kerfi, formúlur, fyrir hendi. Þetta sem kallast vísindaleg sönnun. Þar sem hægt að framkalla ákveði ferli, fyrirfram vitað ferli, með sömu tilrauninni aftur og alltaf sama niðurstaða verður. Nú fyrirfram vituð
og þá orðin vísindalega sönnun niðurstaða. Það sem við gerum í þundarflæði í þágu framþróunar, hefur jákvæð áhrif á allt og við fáum góða skuld. Hver sú einasta gjörð sem skadar eða riðlar jafnvæginu á óæskilegan hátt, færir okkur óheillavænlega skuld. Hvert einasta lögmál náttúrunnar virkar á sviði áhrifa og afleiðinga. Sá, uppskera, gjörð á sér mótgjörð að jöfnu. Hugsanir, orð, gjörðir mannana sem ekki halda uppi fimbulflæði þundar, þarma þýðir það sem uppi heldur. Hvað eina sem ekki styður framþróun og þann ægikraft framþróunar sem við ekki getum skilið fullkomlega, með okkar lítla sæta fullkomna heila og öllu flottu rannsóknartækjunum okkar, svefnþorni stungið. Hefur ekki stuðning náttúrunar, þeir út af brautu þróunar og stríðir gegn flæðinu mikla, fitar fenri, drómi, doði, drungi og læðingur, aulagangur, rusl. Það hristir náttúran af sér. Allt fyrirfram vitað, skilið, vegna þessarar miklu reglu sem allt fer eftir, en samt hefur maðurinn frjálsa urði, frjálsan vilja. Því fylgir mikil ábyrgð sem við verðum að gera okkur grein fyrir. Loki, manginn, á gelgjuskeiðinu. Flott föt og ytra útlit mælikvarði á hve flottur maður Menntun hefur brugðist ef unglingarnir lifa ekki annað en yfirborð. En sem betur fer nú skólar víða veröld með vitundarþroska menntun. Þegar níðst á náttúrunni gerum við stríðan tón, stríðum gegn náttúrulögmálunum, misþyrmum þundarflæðinu. Niðurrífandi öfl ná undirtökum og það kemur í hausinn á okkur, eins og við sáðum. Sem sjúkdómar, slys, tap, misheppnaðar tilraunir til verka, þjáning. Áhrifin ekki aðeins á líf einstaklings, heldur í umhverfinu og allt. Gremjum aldrei goð að oss, eigi kann slíkt glapræði góðri lukku að stýra. Vada, pitta, kaffa. Copyright Dr. John Hagelin, heimsfrægur skammtaeðlisfræðingur spinn, sem til úr höfuðskepnunum 5. Í Valhöllu andhrímnir, eldhrímnir, sæhrímnir. Hrím táknar hér tærleik. Hér, uppljómaðir, bregða menn sér í ormslíki daglega. Þetta danskur silfurforngripur. Ginnungagap þekkt sem mýmir, smriti, minni, smara, það sem munað Mýmir og óðinn sem einn, minnið, sá sem man, það sem munað áfram einn, þríeind. Tengslum, sem einhvers konar minni, milli dýpisins og yfirborðsaldana, viðhaldið af tífum, devata, höftum og böndum. Engin raunveruleg tenging Höft og bönd svinsi gjósandi hverir, kvatar, svins eldgos. Hinn mikli skilningur og þekking á hreyfingu. Hinn mikli svinnur á hreyfingu. Til viðhalds tengingunni milli öldunar og dýpisins og útþenslu veraldar, sem Freyja puðraði upp. Minnið tengir innri kyrrð og ytri ókyrrð. Okkur, eiginlegu, sjálf, við okkar líf. Það hægt að skilja ægi, ginnungagap, sem mými, þegar talað minni í þessu ægi djúpa samhengi. Hver mannleg hugsun sem Alda, Ránardóttir. Hvaðan kemur hugsunin? Hvert mannsins líf, æviskeið, sem Alda, Ránardóttir. Hvaðan kemur lífið? Hver lifandi maður og jörð Alda í ólgu darraðardans heimsins? Engin Alda til án hafsins. Engin maður lifir án ginnungagaps, hann það. Ekkert stenst án upprunans, eindarinnar, allt hún, sem verður áfram eftir Ragnarök. Ekkert annað Mantra Brahmunjor vitanámat heyam. Hljóð og gapið til skiptis, alltaf til skiptis. Hljóðgap eða gúnirgap. Af orði mér orðs leita. Þegar menn nýsa niður og falla aftur þaðan, hafa málvísa 138 og áfram, upplifa þeir þetta sama, gapið, aftur út í hugsanir, gapið, aftur út. A sarvavak. Öll hljóð og orð, í og úr einu hljóði, orði, atkvæði. A. Aknim í le, sem svo fjölfaldast í 192, en allt verður til úr gapinu milli orðana. Sjá Tony Nader, Human Physiology, blæsi 50 og 67. Nálægð við ginnungagap veitir óendanlega gleði.
Það eru glaðheimar vitundar. Þar er öll þekking. Þegar nemendur skilja að þekkingin er í þeirra eigin vitund, sem er undirrót allrar þessarar óhöndlanlegu veraldarinnar fegurðar, verður mikil gleði. Nemandinn, það að nema, námsefnið, er þríeind. Þá eru hæg heimatökin. Vitundarþroski næst. Við nemum upp þekkingu. Veröldin er mythja, mythúja, mythja, grísku mythos eða mythosis. Bara lítil saga sem stenst ekki sem raunveruleg. Ekki alveg sann, skálduð, álfasaga og undurfalleg. Gersamlega út í hött að hafna veröld. Hér er okkar tækifæri til að ná fullkomnun. Veröldin er eins og við erum og þá breytum við okkur í það sem við viljum að veröldin sé. Það sem við viljum að aðri menn geri okkur skulum við þeim gjöra. Og ef við viljum fagra veröld skulum við vera alfögur allt í gegn sjálf. Ævi er okkar möguleiki til þróunar. Til þess þurfum við að skapa okkur kropp til að ganga í og þar með sleipni til að ferðast á í áskarð. Sleipnir er einstaklingsbundið þarfaþing, heims besta dýrmætasta brúkunarross. Valkyrjan er jafn gömul mannkyninu og alltaf til þjónustu reiðubúin. En við verðum að biðja hana þessa þjónustu. Við þurfum að vera reiðubúin, börr. Mjötviður mær, mjötuður, ymur hið aldna tré. Askurinn er veraldlegur, hann ymur að lokum eftir langan tíma. Alveg er nákvæmlega hægt að reikna út hvenær ragnarök eru. Ekkert er sem ekki er vitað og útreiknanlegt. Þeir sem lifa dýpt ægis í veröld nærast daglega. Goðinn, náttúrulögmálin, náttúran, gefa góðan byr þeim sem dýpi ægis lifa. Þundar öfluga flæði heldur okkur uppi og við svífum áfram í valhöllu. Það er tilgangurinn eini, eitt nauðsynlegt. Uppljómun er eini tilgangur lífsins. Allt hitt er sprell. Við erum hér að tala öfl sem við sjáum ekki en skipta öll máli í okkar lífi. Í okkar nauðsynlega jarðlífi til að þróast, sem við getum ekki neitað að er staðreind. Listamaður leikur sér hér með Gundestrups Kers myndir, höfuðskepnurnar. En kannski hefur hann ekki vitað það. Sjá Natvarja Indusdals mótin. Þekkingin flýst áfram þótt þeir sem varðveiða skilji ekki. Sannleikurinn þarf ekki nema sjálfan sig því hann deyr aldrei. Hornin á höfði þess sem nýsir þarna niður eru helgt hljóð fjárföður, ymir. Þekking sem ætíð lifir með mönnum er með því búin að sanna að hún er sannleikan. Veldi sín, kerfi og dúllur þurfa ósvinnir menn að verja með odd og egg og tilkostnaði. En sannleikurinn hefur innbyggða vörn. Sannleikurinn er ósigrandi.